Nei, þú tekur það. Nei, það búið það. Það ekkert einhver kynning lengur. Það ekki bara að byrja. Hæ? Nei, ég vissi ekki. Komin live með? Já, sorry. Jæja, kæru áhorfendur, verið velkomin að horfa á leik Víkings og FH í ólísdeild karla. Man nú ekki alveg í hvað umferð þessi leikur er. En forvitnilegu leikur hérna framundan. Og vonandi að okkar menn í Víking mæti klárir og einbeittir. Hafi trú á verkefninu. FH-liðið er búið að spila geysilega vel í allan vetur og hafa gert ákaflega vel úr sínu og Sigursteinn Ardal á hróskilið fyrir hvernig hann hefur verið unnið með þetta FH-lið. Já, Gítis Smantauskas Litáin fær hérna óblíðar móttökur og Bergur Eli hérna í hægra horninu. Klippir inn Egil Magnússon. Egil upp í lofti og skora gott mark. Egil á góðum degi, eitt sá allra besti í þessari deild. Og Arnar Steinn Arnarsson, hann er ekki lengi að svara hæl. Jafnar í 1-1. Arnar Steinn náttúrulega uppalinn hjá okkur hérna í Víking, 2001 módel. Já, F-fæðingar fara aftur í sama kerfi. Egil kemur boltan tilbaka. Egil losar að hárréttum tíma og Ásbjörn fer milli 1 og 2. Skorar í gólfið. Vel gert hjá honum. Glæsilega gert hjá Jóhannesi Berg. Já, ekki bara gott mark hjá Jóa heldur. Næsir í brotið fríkast hérna varnarlega. Já. Aftur kemur Egil með hann tilbaka. Ásbjörn. Já, nei, á rétt metið á andra degi. Aðeins að doka. Það var ekki alveg stað til þess að gera upp. Og Jóhannes Berg skorar gott mark. Örlítill heppnistimpill með þessu marki. Boltinn fer með viðkomu í varnarmann FH. Flott byrjun í okkar mönnum, 3 mínútur búnar, 3-2. Ási. Já, Gítis með slagt skot í millihæðina. Sverrir með slaka sendingu fram. Athyglisvert að sjá Sverrir byrja hérna leikinn. Sverrir var
algjörlega stórkostlegur hjá okkur í fyrra í fyrstu deildinni með Grill 66 deildinni og hefur ekki spilað mikið í vetur enda Jóhann Kukubat átt heilt yfir bara mjög flott tímabil. Ási stjórnar þessu vel. Já, Egill Magnússon hefur ekki mikið fyrir þessu. Menn verða að stíga einu skrefi framar á hann. Vel gert hjá Jóa, losa hárréttum tíma. Já, Andri Dagur róar og skiptir hérna út af. Kemur Jóhann Reynir inn á. Gunnar Johnsen hérna vinstra megin hjá okkur. Fengum hann til liðs við okkur í janúar glugganum. Hann átti ágætis innkomu á móti Val og spilaði vel. Já. Þessi línusending var ekki vænleg til árangus. Vorum heppnir að fá hérna fríkast. Jóhann Reynir. Þetta svo klaufalegt að missa boltan hérna. Rétt á hana fyrir í aðgerð. Ásbjörn Friðriksson hérna á miðjunni hjá F-fæðingunum. Það skiptir hérna við Egil Mag. Ásbjörn er allra besti leikmaður deildarinnar síðustu 10 ár eða svo. Mikill heili. Frábæran leikskilning. Meira vit í öllum hans aðgjörum heldur en strit. Hann á klárlega eftir að vera aðalþjálfari eftir að ferlinu lýkur. Já, þetta var ágætis hreyfing hjá Gídís Smantauskas. Hún var ekki ýkja röð en effektív engu að síður. Þetta er stór og sterkur strákur sem að F-fæðingar fengu til liðs við sig fyrir tímabilið. Sterkur varnarlega. Svona hefur átt einhverja kafla inn á milli sóknarlega. Þá er Jóhann Birgir Ingvarsson búinn að koma sér á blað. Nú þurfum við bara að róa aðeins. Fá aðeins. Jæja, ok. Þekk þetta tilbaka. Jóhannes Berg. Með gott mark í nærhornið. Ásbjörn með frábært skot og mark. Þessi skot hans eru geysilega vel útfærð. Beint út frá hendi. Já, vel gert hjá Gunnari Johnsen. Fekk svona mann númer 2 í sig. Og Jóhann Reynir með stórkostlegt mark upp í Samuel. En Egill Magnússon hafði ekki mikið fyrir þessu. 5-7 fyrir FH. Já, við þurfum aðeins að stjórna tempóinu. Við kannski náum ekki að hlaupa svona allan leikinn, allar 60 mínútur. Já,
frábært mark hjá Jóhanni Reyni. Já. Og Jakob Martin Ásgeirsson klárar þetta vel. Já, nú þurfum við að fara að róa í sókninni, það er nú bara þannig. Gunnar allt og bráður hérna. Þetta er búið að vera algjört ping-pong hérna á báða enda síðustu. Já, hárrétt fríkast. Sigurjón Þórðarsson, annar dómari leiksins, ætlaði ekki að dæma neitt. Byrjar að hlaupa tilbaka en Ingvar Guðjónsson ekki á sama máli. Sjálfsögðu fríkast. Já. Já, við þurfum að velja sénsana, taka réttu sénsana hvort við eigum að keyra eða stilla upp í góða og agaða sókn. Já, góð klipping hjá Gítis. Frábær markvarsla á Sverri. Sverri kom með einhver 4-5 skot hérna held ég á fyrstu 10. Já, Gulli og Andri Berg taka lykli. Eru væntanlega aðeins að svona segja mönnum aðeins að flýta sér hægt. Þurfum að lengja sóknindana aðeins. F-liði, eins og ég sagði hann. Þeir eru búin að vera frábærir í vetur. Þeir mistu náttúrulega Einar Rafniðsson, Arnar Freyr Ásvaldsson norður til Akureyrar fyrir tímabilið. En liðið hefur greinilega verið staðráðið því að láta það ekki á sig fá og Ási og félagar sýnda að maður kemur í manns stað. Já, Gunnar Johnson hérna á miðunni og reynir við hliðina á honum. Jafnt í liðum, 6-6. Arnar Steinn leysir inn á móti hérna, góð klipping, boltan yfir, Jói sleppti dribblinu. Jói hefði átt að sleppa dribblinu hérna og annarkvort fara upp í skoti eða klippa aðeins fyrr. Og frábærlega varið. Já. Sverri Andrisinni. Sé að Hjalti Már Hjaltason Hjalti Már eitthvað vangaður hérna eftir einhverja byltu. Já, ég sé að Pétur Júníusson er kominn inn á línuna hjá okkar mönnum. Það var gaman að sjá hann. Jói verið mjög sprækkur inn í byrjun leiks. Jóhann Reynir
hans 3. mark held ég. Einar Örn Sindrason. Egill Magnússon einfaldlega bara í toppformi. Búinn að vera í toppformi í allan vetur. Spilað ákaflega vel. Hoppar hérna hátt upp og svífur vel í loftinu. Það spurning hvort að fari ekki styttast í það að hann reyna sig við atvinnumennsku á nýjan leik. Glæsilega spilað. Pétur Júníusson einhendi boltan hérna og kláraði listilega. Pétur Júníusson var einn allra fremsti línumaður landsins áður en að slæm meiðsli gerðu vart við sig og hann þurfti að hætta handknattleiksiðkun á tímabili. Andri Dagur með frábært mark úr seinni bylgjunni. 9-9. Ljómandi fítkafli á undanförnu hjá okkar mönnum. Já, 2 hægri var að F-ágöndin í. Einar Sindrason kemur aftur út í vinstriskiptuna. Frábær sending hjá hann niður í horn. Gamla góða danska sendingin er svona kölluð. Og Jakob Martin klárar þetta vel. Já, við þurfum aðeins að Ari Magnús Þorgeirsson brennir hann af. Snöggur upp en með slakt skot sem endaði í stönginni. Ari Magnús uppalinn F-áingur en hefur verið mikið í öðrum liðum, var eitthvað hjá Stjörnunni í nokkur ár. Hvort hann hafi ekki reynt eitthvað fyrir sér í neðri deildum í Noregi eitthvað, ég man það ekki alveg. Hann var allan í Stjörnunni í þó nokkur ár. Arnar Gauti brennir hérna af. Arnar Gauti verður að fara að nýta færin sín betur. Markbændir yfirleitt sjá við honum í horninu. Þetta er strákur sem var frábær hérna í fyrstildinni fyrir að virkilega öflugur. Hefur átt erfitt uppdráttar í vetur og verður bara að segja alveg svo er. En heppnin með okkur í liði hérna. Arnar Gauti fær nær góðu frákasti. Setur hann undir klófið á Svavari Sigmundssoni. Svavar einmitt uppalinn KA-maður. Gekk í raðir Víkings fyrir tímabilið. Nei, FH vildi ég sagt hafa. Já, Einar Örn Sindrason. Fór hérna í góða skotfik fintu eins og hann var að fara að taka undir skot og hoppaði síðan upp.
Sverrir sá vel við honum. Já, 10-10, rúmar 17 mínútur búnar hérna fyrir hálfleik. Frábært skot hjá Jóhannesi Berg, meðfram síðu. Ef ég var í þjálfari FH þá myndi ég gera kröfu á Svavar að verja þetta. Ásbjörn gefur hérna skipanir. Þetta er náttúrulega bara pjúra lína. Sigurjón Þórðarsson, gamli markmaðurinn fram, vel með á nótunum, dæmir línu. Og Jóhannes Berg skorar á nýjan leik. Frábær kafli núna hjá okkar mönnum. 12-10, við lítum bara ljómandi vel út. Er ég nokkuð í mynd eða? Er ég nokkuð í mynd? Ég var að fá skilaboð að ég væri í mynd sko. Já. Já, Úlfur var að... ok. Já, þá fer leikurinn. Já, FH-lið er í 4-2, nei, Jakob Martin kemur aftur út. Frábær varnarleikur hjá Pétri Júniusinni, blokkaði þetta vel. Hendi komin upp, nú skýtur vantarlega Egill. Og Jakob Martin Ásgeirsson skorar hérna úr hraðalaupi. Kvikur og frískur strákur. Alveg upp í FH eftir að þeir mistu Arnar Frey, þá náttúrulega bara fekk hann meira hlutverk. Þeir voru ekkert að sækja sér leikmann eða peningu í hornamann. Glæsileg sending hjá Jóhanni Reyni og gamli góði snúningurinn hjá Pétri Júniusinni. Alvöru afgreiðsla hjá honum. Það er ástæða fyrir að þessi strákur var áður en hann meiddist illa kallaður í landsliðsæfingahóp Íslands. Lék alla sína tíð með Aftureldingu.
Jón Hjálmars kominn inn á. Uppalinn Víkingur að ég held, Jón Hjálmarsson. Ekkert svona power player. Fer þetta á kraftinum með góða yfirhendafint. Já. Jóki B kallar hérna Ási. Kítis. Bolti tilbaka. Frábælega vari hjá Sverri Andrisinni. Beint upp á Jón Hjálmarsson. Og Jón með frábæra afgreiðslu upp á öfugum fæti. Gólfið inn. Virkilega vel gert hjá honum. Stal hérna metrum vel. Ég vissi það að Sverrir Andrisson var og snöggur að koma honum í leik. Já. Kítis fyrir inn í lofti og leysir inn í 4-2. Já. Já, klippi vantarlega Egil hérna inn. Nei, fyrir sjálfur. Sverrir Andriðsson búinn að verja hérna eins og óður maður síðustu mínútur. Þetta það sem við sáum hann gera alloft í fyrra í B-deildinni. Jóhann Reynir með frábært mark, lyfti sér hérna upp. Já. 2 mínútna brottvísun á Ólaf Guðna Eiríksson. Sigurjón sá eitthvað sem við sáum ekki. Sigurjón var í góðri aðstöðu til að meta þetta. Já. F-fæðingar er hérna í yfirtölu. 6-5. Já. Ási fer hérna væntanlega milli 1 og 2. Já. Egill. Já. Léleg sending niður í horn. Allt á neðarlega. Að reyna aftur. Frábærlega stimplað hjá þeim. Svona á handbolti að vera. Hreyfa boltan hratt og örugglega. Ekki velja fyrsta séns. Bíða þolinmóður eftir varnarmennirnir eru búin að hreyfa sig það mikið að opnun finnst einhvers staðar á vellinum. Jói, já, lossar áfram, láta bolta vinna, flott. Þolinmóður. Nú verður að koma skot. Jóhann Reynir óheppinn. 15-12. Við erum einu færri í 40 sekúndur í viðbót. Kítis. Smantauskas. Fær á sig. Rauðning.
Þetta er... Já. Það er spurning hvort að Leonard Þorgeir, nei hann er ekki í hópjörn. Hann væri væntanlega kominn inn á Leonard Þorgeir Harðarsson ef að hann væri með í kvöld. Já. Kæruleysisleg línusendingi á Stimma. Einar Örn stillir hérna upp. Jakob Martin Ásgeirsson liggur hérna eftir. Lætur nokkur vel valin orð falla við annan dómara leiksins, Sigurjón. Ég verð nú að viðurkenna, ég sá ekki alveg hvað átti sér stað hérna, en það virðist að hafa fengið slæmt högg í rifbeinin. Já, þetta á Sverrir að verja. En hann á svo sannarlega inni hjá okkur eftir. Hann hafa staðið sig mjög vel hérna í fyrri hálfleik. 15-13, 4 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Nú verðum við að vera agaður, ekki leyfa F-fæðingum að jafna hérna. Já, Jóhannes Berg með gott mark. Fylgdöl átti ekki rönd við reist. Já. Sýnist eins og að sé að fara að draga aðeins af Gítis Litháunum í hægri skiptunni. Spurning hvort að F-fæðingarnir byrji bara seinni hálfleikinn með Ása, Einar Sindra og Egil Magg fyrir utan með 3 réttinda. Ekki mikið að koma út úr honum með það hægra megin. Já. Tveggja mynda brottvísun á Ásbjörn Friðriksson sem að mótmælir engu. Engan veginn vilja verkja á Ásbjörni. Ákvæðlega heiðarlegur náungi, dagfarsprúður. Já. Og yfirendar. Áfram og hornið laust. Nei. Frábærlega spilað. Og Pétur Júniusson. Tankurinn á línunni. Það sé bara með 100% nýtingu hér í dag. (17-13) og rúm mínúti að FH verið með fullskipa lið. Og Sverrir Andersson upp allan völlinn. Glæsilegt.
frábært að fá svona mark. Átján 13. Já, þetta bara hárréttur dómur, held ég alveg örugglega. Vídeó 2, frábærlega að spila hjá Agli, frábærlega að spila inn á Birgi. Nei, ekki Birgi, Ágúst Birgisson. Birgir Sigursson var pappans. Og Jóvan Kukubat með aldeilis flotta innkomu. Og Phil Duller með frábæra vörslu hérna. Já, 7 sekúndur eftir. Nú þurfa F-fæðingar að fá skot. Já, Jón Gunnlaugur Vigfússon alveg æfur, skiljanlega. Þetta er eitthvað sem að ég sá ekki alveg nægilega vel, en Gulli og Andri Berg mjög ósáttir og allir Víkingar, leikmenn liðsins líka. En við gerum okkur smá hlé hérna í hálfleik, 18-14 fyrir okkar menn. Frábær fyrri hálfleikur. Nú er áskorun að halda þessu við í seinni hálfleik. Við komum og verðum spori.
Jæja, þá fer seinni hálfleikur í senn að hefjast. Við þökkum öllum þeim sem að senda okkur skilaboð með hérna svona ábendingu með að væri myndatökumaður frá Stötu Sport aðeins fyrir einu sjónarhorninu og við tökum að við séum búin að gera bragar bót á því, þannig að bara takk kærlega fyrir ábendinguna. Jæja, FH einhvern veginn komnir í 5-1 eða 3-1. Ási fer langt út hérna móti Jóhannesarberg. Já. Þau að leysa svolítið inn í, já ok, við erum einu færri að svolsögðu. Já, þetta er klókt hjá FH-ingunum að fara aðeins framar. Endi komin upp. Já, þarna voru við stálheppnir. Arnar Gauti náði frákastinu og kláraði þetta vel. Hans annað mark í leiknum. Gefur honum byr undir báða vængi og sjálfstraust. Já, virkilega vel. Klára hjá sinni. Bergur Eli var tíma hjá Fjölni nokkur ár, minni mig. Hvort hann hafi tekið sér pásu í einhver tíma en komin aftur í uppeldisfélagi. Já. Glæsileg sending hjá Jóni Reyni inn á tankinn. Pétur Júniusson. Hann skorar hérna. Smá Robbagun feelingur yfir þessu marki. Gamla góða með baki í markið. 20-15. Já. Ási. Einar Örn, allt og lengi að gefa hann. Var búinn að fá Jóa Berg í sig, átt að losa með vinstri hendi á Ása Sæma, eins og hann er kallaði fyrir norðan. Já, endi komin upp. Já, hotkast. Hárrétt. Eins og sjáum, það var Ari Magnús komin hérna fyrir utan, hægra megin. Það mun koma meiri hraði og taktur í sóknarleik FH með hans innkomu. Meiri sköpunargáfa hann að hægra megin. Já, Bergur fer langt út hérna móti Gunnari Johnson. Já, hérna hefði Jói Berg átt að fara í hálfgerða tékka fæslu við Jóhann Reyni sem var tilbúinn að koma fyrir aftan hann. Jói hefði getið látið sér hefði getið sér að fara beint upp. Svona kæruleysislegar blindsendingar er ekki það sem við þurfum. Jóhann Reynir átti nokkra svona sendingar, lélegar línusendingar á móti Val. Þurfum að halda í agan, annars eru FH-ingarnir fljótir að refsa. Já, Gunnar Jónsson fer inn, 4-2, flott, já. Jói, þetta þarf að klippa. Þetta hefði Jói Berg átt að klippa við nafna sinn.
Já, þetta akkurat það sem FH vilja stytta sóknirnar hjá Víking og vera síðan snöggir að svara mæl. Já, ég held að þetta sé metið hjá Gulla og Andra Berg. Aðeins að núllstilla liðið, ekki góðar fyrstu 5 mínútur hérna í seinni. Aðeins að reagera. FH skipt hérna varnarafbrigði sem hefur lukkast vel. Já, vonandi að okkar menn komi hérna góðir eftir þetta leikhlé. Má boltan strax á Gunna. Já, tilbaka. Flott. Já. Út af. Frábær vörn hjá Jóberg. Fer hérna í skotundina. Stendur vel á móti Einari. Já, klipping væntanlega. Nei. Virkilega vel gert. Bjöggust væntanlega einhverju við að myndi fara í löngu klippinguna við Ása Sæma. En Ari reif sig hérna upp og já. Já, Gítis skiptir út af. Já. Og væntanlega klippir hann Ása. Já. Bergur fer inn hérna. Djöfullinn maður. Fylgdöl með frábæra markværslu. Já, 2 mínútna brottvísun á Jóhann Reyni. Ég held nú að ekki verið neitt ásetningur þarna, en þetta vissulega leit afar illa út. Vonum að Jakob Martin Ásgeirsson sé ekki mjög laskaður eftir þessa byltu.
F-fáingarnir illir. Já, þetta er annað slæma höggið sem að Jakob Martin fær. Jakob Martin er mitt sonur Ásgeirs Jónssonar, formanns handknattleiksdeildar FH. Ásgeir gert góða hluti stjórnartíð sinni á FH. Alltaf í jakkafötunum á heimaleikjunum, stóru leikjunum. Skemmtilegu fýr, Ásgeir. Já. Og upp með Stimmi. Stimmi og seinna klippa. Já. Þetta er svo snýst svo mikið tímasetningu. Stimmi var aðeins og seinna klippa og ég vilja fá boltan strax yfir. Jæja. Einar Örn Sindrason kemur inn á fyrir Egil Mag. Egil vantarlega já, dómararnir telja að Stimmi sig hafi ekki verið inn í teiknum þegar hann braut þarna á Ágústi. Já, skiptir gamli rammavörðurinn Sigurjón Þórðarson bolta hérna. Já. Það er ennþá 20 sekúndur í að við verðum með fullskipað lið. Aftur hefði ég viljað sjá Jóa Berg fara í klippinguna hérna. Stimmi var búinn að bjóða hann upp á það. Skjóttu Stimmi. Já. Gamla millihæðin. Ekki gott skot. Fylgdöler. Hafði ekki mikið fyrir þessu en Sverrir Andrésson, selfisingurinn. Gett ekki. Verið vel, nú kemur Hjaltason inn á. Já, ætlum að fara í 7-6, já, Pétur Jón skila sér svo loksins inn á völlinn. Þetta er svo klaufalegt og dýrt. Megum ekki við þessu. Bara hárréttur dómur. Pétur ákvæðlega illa staðsettur. Þá fer Ási Sæma á punktinn. Tekur væntanlega gamla góða. Eitt skref til hægri. Eitt feik, eitt skref til hægri. Jafnvel í gegn klóðu á Jóhanni. Nei, niðri nær. FH er búinn að jafna. 20-20. Allur meðbyr með þeim og þeir eru einu manni fleiri. Já, við tökum ekki markmann út af. Ég held að það sé bara rétt metið með hvernig við erum búin að vera undanfarnar mínútur. Þá hefur við bara fengið strax mark í bakið. Já, við þurfum að vera agaðir, hanga svolítið á knettinum. Endi komin upp, Arnar Steinn leist hún inn, já, flott.
Og Jakob bregst bógarlistinn. Það 45 sekúndur í að við verðum með fullskipa lið. Við verðum aðeins að fá 2-3 fríköst. Halda vel í boltan en samt ná okkur í Já. 2 myndan Brottisson á Jakob Martin. Gaman að sjá hvað við förum í 6 og 5, hvað við gerum, já, Hjalti hérna milli 2 og 3, Jói Berg leysir, klipping, boltið tilbaka, vinna með horninu, komið hann yfir, láta hann enda á Arnar Stein, flott. Arnar Stein óöppinn. Jóhann Reynir Valdi hárrétt þarna. Þá Hlynur Jóhannsson kominn inn á. Alnafni gamla markmannsins úr Vestmanni. Hann spilaði lengi með HK, að mig minnir. Já. Ágúst Birgisson kláraði þarna vel, ótrúlega sterkt hjá að skora svona einum færri. Fengu hérna dauðafæri á línunni. Nú þurfum við að halda kúlinu kaldur haus, ráðum okkar í þessu leikli, vera agaðir og klókir í okkar leik hérna síðasta korterið eða svo, eða síðustu 17 réttara sagt. Já, 6 og 5. Ég vil fá gott mark, takk. Já, teygja á þeim, fáðu Ágúst Birgisson í þig og losaðu. Ég vilja fá Jóa bara upp í skotið að boltan yfir til hægri, ekki tilbaka. Jæja, sama, flott. Já, komdu með hann tilbaka. Fáðu Ágúst í þig og losaðu, drengur. Yes! Virkilega vel spilað. Nú fór Jóhann Reynir Gunnlaugsson í hárrétta árás. Fekk Ágúst til þess að stíga yfir. Þetta einföld en falleg íþrótt. Men lykilatriði í þessu sporti að vita hvenær menn gefa boltan og hvenær menn fara sjálfir og hvar menn eiga að sækja á. Já. Jóhann Reynir skýtur hérna yfir úr vítakastinu. Við megum ekki láta
Megum ekki leggja árar í bát hérna. Alltaf við gerum það ekkert. Kortir eftir, einu marki undir en þurfum að fara að skora eitthvað hérna. Það ansi langt síðan við skoruðum. Já, virkilega hnitmiðað og gott skot hjá Ara Magnúsi. Já, dómararnir meta svo að F-fangurinn hafi staðinn í teig. Ég sjálfur svona við fyrstu sín fannst þetta ódýrt vítakast en Óli Eiríks, Ólafur Guðni línubuffið skorar hérna af vítapunktinum. Fjórtán mínútur eftir, 21-22. Já, vel varið að Jóhann. Bergur reyndi að setja hann hérna í nærhornið. Já, róa. Já, bara stillu upp. Aðeins að ná andanum. Arnar Steinn skiptir hérna út af. Jón Hjálmarsson kemur inn í hornið. Já. Þetta er klaufalegt. Já. Virkilega góð stefnubreyting hérna hjá Einari Erni. Sprengdi hérna til hægri. Sá glufu, fór í gegn. Já, Jóhann var alveg í honum. Já, við förum í 7-6. Og verðum við að passa boltan vel og engar mislagðar hendur hérna, sóknarlega. Fá réttar árásir. Hornið, Jói minn. Jón Hjálmars. Dauða frýr í horninu. Glæsilegt. Allt opnaðist hérna milli 2 og 3.
Já, vel gert hjá Ágústi. Sýnir hérna hendi vel inn á línu, tekur sér góða stöðu og Ari fína stóðsendingu á hann. (25, 22) Gunnar Johnsen með slaka ákvörðun hérna, reyna að hnoða honum eitthvað inn á línu milli 1 og 2. Það eru tveir varnarmenn voru eiginlega í honum. Árnið á innmeðdringur. Já, rétt. Leikur Gunnars er svolítið öðruvísi. Það er ekki mikið að vinna með hornið eða línu. Hann getur svo sannarlega hoppað upp og skotið á markið, drengurinn. Já. 23-25. Jói Berg með hérna siglumark fer í snúningsvinduna milli 1 og 2 og skorar. Vel varið og keyra upp, keyra. Já, fá boltan yfir á Stimma hérna. Já, sýnist að dómararnir sé að fara í 2 mínútna brottvísun á Jakob Martin. Það er búið að ganga á ýmsu hjá honum hérna í kvöld. Komið mikið við sögu hérna í leiknum á ýmsum vígstöðum. Jæja, nú erum við einum fleiri og það sem ég bið í þessari sókn að Styrmir Sigurðarson ákveði eða þess að taki ákvörðunina hvort að verið hann fá að velja. Já. Gunnar Johnsen herfilega sendingu hérna tilbaka allt og neðarlega. Þetta er sárgrætilegt að horfa upp á þetta. Einum fleiri og vorum að fara í yfirtölukerfi að tapa boltanum svona. Þetta er oft lýsandi fyrir lið sem er neðst og er nýliði í deildinni. Það eru mörg smáatriði sem að mættu vera betur gerð. Hendi komin upp. Já. Þarna hefði Jón bara átt að láta hann algjörlega eiga sig. Standa bara kjur. Ekki verið að pressa hann eitthvað, þvinga hann eitthvað í skotinu. Ungu leikmaður Hlynur Jóhannsson. Bara að láta hann fara inn og treysta á að Jóhann Kukubat verið í skotið. Ási öryggið uppmálað að vanda á vítalínunni.
Já, það munaði ekki miklu að bolturinn hefði farið yfir línuna þarna. Phil Dölen á það, bjarga því á síðustu stundu. Frábær sending á Ara Magnús. Niður í horn. Mögulega eru þeir hérna að fara langleiðina með að tryggja sér hérna góðan sigur eftir slakan fyrir hálfleik að þeirra hálfu. Já, frábælega gert í Ása, arkitektina af þessari sókn. Notfærið sér blokk hjá Ágústi. Yfirtala hinum megin. Ási fekk góðan grunn á Akureyri hjá KA í yngri flokkum. Orðinn gríðarlega mikill erfæringur. Búinn að vera þær örugglega í yfir 10 ár. Vinn með Arnar í gólfi og inn. Ekki verðum að skjóta betur á markmanninn. Phil Döler liggur hérna eftir bara eitthvað vankaður. Svavar Ingi gerir sér reiðubúinn að koma inn á. Þetta er ekki þægilegt að fá. Gerir á fyrir knöttinn svona í andlitið. Já. Mun taka þér rólega í kvöld. Svavar Ingi tekur hérna síðustu 4,5 mínútuna. Já. Ási með frábært mark. Já, Stimmi minkar hérna í 4 mörk. Það er líklega bara seinan. Við erum búin að sjá þetta ansi oft hjá leikmönnum Víkings í vetur, átt marga fína kafla á löngum köflum en síðan bara vantar fleiri parta til þess að klára leikinn. Já, þetta var ekki Þetta undirhandarskot hjá Ara Magnúsi var ekki vanlegt til árangurs. Já, nú þurfum við bara svolítið að keyra á það, 3 mínútur eftir. Frábær sending hjá
Stimma inn á Hjalta. Tíminn stopp. 2:40 eftir, 24-28. Nú þarf Ólafur Guðni að skora til þess að gefa okkur einhverju vonum að ná allana 1 stig. Nei. Hann skýtur gólfið yfir. Já, F-liðið heldur áfram að safna stigum. Þær eru búin að vera duglegir að því í vetur að sækja stig. En já, en mögulega vantar þeim kannski svona vantar eitthvað. Já, eins og segi F-angarnir búin að vera góður í vetur en kannski vantar þeim eitthvað aðeins meiri breytt í úrslit til þess að fara alla leið í úrslitakeppninni, en það er nú bara 13. febrúar, nóg eftir af tímabilinu. Úrslitakeppnin ekki einu sinni hafin, nokkri leikir eftir í deild, en þeir eru klárlega í góðum séns að vera deildameistarar. Það er því ótrúlega sterkt hjá þeim, myndu þið ná því. Sýnist Víkingarnir fara hérna í 4-2 eða allan að setja hérna Styrmi og Arnar Stein ofalega á völlin, aðeins að reyna, þeir náttúrulega megi ekki brjóta, aðeins að reyna þvinga á því dribbl og einhverja feila. Já, hérna hefði Einar Örn átt að setja hann í vinstri og klippa hann, en ekki nógu vel framkvæmt. Og yes, Hjalti verður bara að skjóta á markið. Þetta er í annað sinn sem hann reynir að fara í einhvern haus yfir markmanninn, fara bara í gegn klofið á honum, fór í X síðan fylgdi Öller. Það var Atli Steinn Arnarsson kominn inn á, efnilegur strákur, uppalinn í Haugum, ákvað að fara yfir í FH. Og þá er Ari Valur Atlason líka kominn inn á, sonur Atla Sveins Þórarinssonar, fyrrum varnar Jálks í fótboltanum. Ari Valur var held í Fjölni Fylki í yngri flokkum, lengst af, skipti síðan yfir í FH. Já, hornið, eitt feik og tilbaka, nei. Já, 10 sekúndur eftir, komin yfir á Stimma núna, allt, já, ok. Andri Dagur klárar með góðu marki. 26-29 lokatölur hérna í kvöld fyrir FH, en
Nokkrir mjög fínir leikkaflar hjá okkar mönnum. Það bara duði ekki. En mér langar til að minna á styrktarreikning handknattleiksdeildar Víkings. Ég ætlaði nú að minna á það í útsendingunni nokkrum sinnum en steingleymdi. Við erum að bjóða upp á hérna fríar útsendingar. Fullt af félögum farin að rukka. Ég borgaði til dæmis 1000 kall fyrir að horfa á Hörð ÍR í gær í beinni útsendingu frá Ísafirði. En allir Víkingar sem eru að horfa og vilja leggja deildinni lið, þá eru öll frjáls framlög ákvæðlega vel þegin. En eins og ég segi, mjög góður fyrri hálfleikur hjá okkar mönnum. Nokkrir fínir leikkaflar. En FH breyttum vörn strax í byrjun seinni hálfleiks. Fóru framar á okkur og keyrðu hratt í baki á okkur og síðan siglduður þessum 3 marka sigri heim. En við þökkum öllum þeim sem að horfðu á leikinn í kvöld hérna hjá okkur. Fullt af fólki að horfa. Og minnum aftur á styrktarlínuna hjá okkur. Öll frjáls framlög vel þegin eins og ég sagði áðan frá Víkingum. En við bara þökkum fyrir áhorfið í kvöld og nóg að leikjum framundan bæði og kalla á kvennaliðinu. En takk í kvöld.